Þetta er fjórða og síðasta verkefnið sem við komum til með að skrifa um. Þetta er stjarna. Svona stykki af dúk, vínildúk, komum við til að skera stjörnuna úr. Þetta er svona cirka 410 sem 610 mm stærð á þessu stykki. Við byrjum á því að helminga þetta sem þetta það verður með strik þá verður þetta jafnt bil héðan og hingað. Í þessu tilfelli væri þetta 205 mm strikum beggja vegna og strikum svo eitt strik þvert yfir. Síðan mælum við á þessu striki að finna miðjuna, þannig að hér verður jafnt bil sitthvoru megin eða 305 mm. Síðan tökum við vinkil sem við leggjum rétt eftir þessu að miðjustrikinu og strikum og getum tekið svo reskeið og klárað að strika alveg þvert yfir. Þannig að hérna erum við komin þá með kross. Síðan mælum við alltaf frá miðpunktinu þar sem línurnar mætast 70 mm eða 7 cm í allar áttir út á strikin, 4 strik. Á langveginn mælum við síðan 22 og strikum og 220 og strikum millimetra eða 22 cm og á mjórri veginn mælum við 160 mm í báðar áttir og fáum svolítið strik. Síðan þegar við búin að mæla þetta þá byrjum við á því að strika eftir reskeið frá 220 niður í 70 og frá 70 niður í 220. Svona strikum við allan hringinn og þegar við búin að strika þetta þá byrjum við að skera. Þá leggjum við reskeiðina hér ofan á og skerum eftir reskeiðinni í allar þessar línur og tökum síðan þennan bút alveg úr. Og þegar við búin að skera þá myndi þetta líta svona út. Það er komið gat ofan í dúkinn sem myndaði svona stjörnu. Síðan tökum við svona stykki í öðrum lit, dekkra stykki og leggjum undir þetta stykki þar sem við vorum búin að skera gatið úr. Festum það niður með límbandi. Þegar það er komið þá skerum við eftir brúninni á þessu dúk, eftir brúninni ofan í dökka dúkinn svona. Og þegar við búin að því þá skerum við svona í horn svona þert. Og þetta er skorið í burtu og það sem undir er skorið í burtu og þá myndi þetta líta svona út. Og þá erum við eftir að skera í þetta og þá tekjum við svona milliljósan lit sem við leggjum undir dúkinn og teipum hann fastan að neðan og síðan skerum við með öllum kantunum bara eftir stykkinu. Og þegar við erum búin að skera þetta til þá ef við tækjum alla bútana þá myndi þetta líta svona út, allt saman til skorið og svo smellum við svo aftur í og þá lítur stykkið út svona í lokin. Allt orðið skorið, flott og fínt og þá er þetta komið.